Sóknarprestur í Reykholti segir að prestar eigi ekki að tilkynna kynferðisbrot gegn börnum komi upplýsingar þau fram í sálusorgarsamtali. Ef hann verður sviptur embætti vegna þessara sannfæringar verði svo að vera. Biskup mótmælir því að þagnarskyldan gangi lögum framar. Mikil umræða hefur verið kynferðisbrot innan kirkjunnar. Geir Waage, sóknarprestur í Reykholti, sagði í hádegisfréttum RÚV að þagnarskylda presta gagnvart skjólstæðingum sínum væri æðri skyldunni til að tilkynna barnaverndarnefnd kynferðisbrot gegn börnum. Hann bundinn algjörum trúnaði, algjörri þagnarskyldu það. En segjum sem svo að til þín komi maður sem að trúir fyrir því að hann sé að misnota dætur sínar. Gildir þá þagnarskyldan? Hún gildir algjörlega, annarkvort hún algjör eða engin. Ég ræði ekki hvað aðrir menn segja en þetta sannfæring mín og ég stend við hana. Og einhver hafi lýst því yfir að þeir sem ekki hlýttu þessu þeir eru sviptir embætti, þá verður bara svo að vera. Biskup vildi ekki veita fréttastofu viðtal en sendi frá sér yfirlýsingu í dag. Þar segir að öll tvímæli sé tekin af það í barnaverndarlögum að tilkynningaskylda presta gangi framar þagnarskyldunni. Þótt presta séu bundin trúnaði og þagnaskyldu beri þeim að lúta fyrirmælum barnaverndarlaga. Ekki fengust upplýsingur það frá biskupsstofu hvort biskup hygðist ræða við Geir Waage, einungis þær að málið verði skoðað eftir helgi. Samkvæmt lögum frá 1997 hefur Dóms- og mannréttindaráðuneytið umsjón með því að þjóðkirkjan og stofnanir hennar farað lögum. Ragna Árnadóttir ráðherra vildi ekki veita fréttastofu viðtal en sagði að enginn væri hafinn yfir landslög. Kirkjan væri sjálfstæðum innri málefni sín, biskup skipi presta. Ráðherra og biskup ætla eiga fund eftir helgi og fari yfir málið.